Hér er ég með síðu í Canvas sem ég langar að bæta mynd inn á. Ég byrja á að fara í breyta, kannski byrja á að draga hérna hornið hægra megin til að stækka aðeins ritilinn. Ég ætla að byrja á að setja myndina bara hérna fremst í textan. Ég er búin að setja myndina inn í skráarsafn námskeiðsins, þannig að ég get farið hér í myndatáknið og í myndir námskeiðs. Það er líka hægt að fara í setja inn mynd og myndir námskeiðs. Þetta er sama aðgerðin. Þá sýnir Canvas mér myndir námskeiðsins hér í panelnum hægra megin. Ég ætla að leita myndinni hér í leitaklukkanum. Ég veit að hún heitir Reykur og myndin kemur fram hér. Einhverju hluta vegna sýnir Canvas ekki myndina en ég veit að þetta er myndin svo ég smelli á hana. Maður smellir einu sinni sem sagt og þá dettur myndin inn í ritilinn. Ekkert að draga eða neitt slíkt. Ég ætla að loka þessum panel hérna hægra megin. Við sjáum að myndin er svolítið stór og textin kemur hérna fyrir neðan. Ég ætla að minnka myndina og svo þarf ég að setja inn svokallaðan annan texta sem er fyrir þá sem nota skjálesara. Ég smelli einu sinni á myndina og fæ þá upp valkosti myndar, smelli á það og þá kemur reitur hér efst hægra megin sem er fyrir annan texta. Þetta er svokallar alternativ text eða alt text á ensku og hann á að lýsa því sem myndin er af þannig að þau sem nota skjálesara heyri af hverju myndin er. Ef þetta er bara myndskreyting sem skiptir ekki máli, þá myndi ég sleppa öðrum texta og merkja við myndskreytingu. En látum þetta vera svona núna. Til að minnka myndina fer ég hérna neðst. Mér er boðið að setja stærð út frá punktafjölda eða hlutfalli. Ef ég myndi velja hlutfall sem stundum hentar og segja hérna 50%, þá notar myndin sem sagt 50% af því plássi sem er í boði á skjánum. Þannig að ef myndin væri skoðuð í síma, þá myndi hún nota 50% af breidd skjásins, sem mér finnst of lítið í þessu tilviki. Þannig að ég ætla að velja hérna punkta, segjum svona kannski 400 pixel eða punkta á breidd og hæðin minnkar í samræmi þannig að hlutföllin í myndinni raskast ekki. Síðan smelli ég hér á lokið. Svo það komi fram að þá er ég ekki að minnka myndina raunverulega heldur eingöngu hvernig Canvas birtir myndina. Hún er í raun og veru jafnþung og stór svona bak við tjöldin eins og áður. Eitthvað raðast þetta nú einkennilega. Ég get auðvitað farið hér og smellt á enter, láti textan koma bara hérna fyrir neðan, en mig langar að færa myndina aðeins og setja hana þarna inn í textan. Og ég geri það með því að draga hana hérna. Við sjáum strik fyrir bendilinn, þannig að ég fer með bendilinn þar sem ég vil hafa myndina og sleppi. Nú er komin texti fyrir ofan myndina og neðan. Til þess að láta textan raða sér í kringum myndina og eyða þessu bili fyrir ofan og neðan, asnaldi að hafa bara eina línu hér, þá smelli ég einu sinni á myndina til að velja hana og nota vinstri jöfnun eða hægri jöfnun. Ég fer hér í þrípunktinn og fæ þá aðganga fleiri hnöppum í ritlinum. Ég ætla að velja í þessu tilviki að hafa myndina vinstra megin. Svo ég vil vinstri jafna. Þá raðast textinn í kringum myndina. Textinn er hins vegar alveg þétt upp við myndina. Mig langar að setja spássíu hér á milli, búa til bil á milli myndar og texta. Þá setja ég spássíu hægra megin á myndina. Til þess að setja spássíu þá þarf ég að fara í HTML viðmót ritilsins. Ég get farið í hnappinn hér fyrir neðan ritilinn í HTML viðmótið eða ég get farið hérna í skoða og í HTML ritill. Þetta er sama aðgerðin. Hér sé ég strax kóðan fyrir myndina. Hann byrjar á hornklófa sem opnast og EMG fyrir image. En stundum kemur fyrir að það eru margar myndir á síðu og alls konar dót og þá getur verið erfitt að koma auga á kóðan fyrir myndina sem maður ætlar að breyta. Það sem ég geri þá er að ég set eitthvað fyrir ofan myndina og neðan, eins og til dæmis röð af X-um og svo aftur fyrir neðan myndina. Þetta myndi þá vera fyrir neðan myndina hér. Þetta er fyrir ofan,
svo kemur myndin og því næst textin. Og nú sést greinilega að þetta kóðinn fyrir þessa mynd sem kemur fram þarna á milli. Þar sem ég var búin að vinstri jafna myndina þá bjó Canvas til fyrir mig þetta style element inn í myndakóðan. Float left þýðir sem sagt að þessi mynd birtist vinstra megin. Nú get ég bara bætt kóða fyrir spássíu inn í stíl elementið. Og ég fer hér fyrir aftan semikomuna og skrifa margin, bandstrik, right, tvípunktur. Og svo þarf ég að velja hversu mörg pixel eiga að vera á milli myndar og texta. Ég gæti trúað að það myndi passa eitthvað á milli 15 og 20 pixel, kannski bara fara milliveg 17 pixel og síðan þarf ég að loka þessari skipun með semikomu. Ég ætla að eyða þessum X-um hérna. Ég tvísmelli á þau til að velja og smelli síðan á delete eða backspace. Prófa að vista þetta og skoða hvernig þetta kemur út. Svona lítur þetta út. Hér er ég komið með bil frá mynd að texta sem lítur bara ágætlega út. Lítum nú á hvernig það kemur út að hafa myndina hægra megin. Ég smelli einu sinni á myndina til að velja hana, fer í þrípunktinn og vel hægri jafna. En nú þarf bilið á milli texta og myndar að vera vinstra megin við myndina, svo ég ætla að laga spássíuna. Ég fer í HTML umhverfið, finn myndakóðan, breyti hér right í left og vista það. Það sem ég vildi sýna í þessu myndbandi komið. Takk fyrir og gangi þér vel.